Góðan daginn, mamma. Góðan daginn og gleðilegt sumar. Gleðilegt Gaman sumar. að vera hérna í þessu sólskini sem núna. Ó, já, það við heyrum rigninguna falla eða þú veist, það svona, þetta er gott fyrir gróðurinn því Já, það voru él áðan. það hafi él áðan. Já. Þetta er mjög fjölbreytt hérna á Íslandi. Við erum nú að vera í svolítið langur pásu en nú ætlum við að koma inn with a bam, eins og maður segir. Með skelli, hvelli. Já, með hvelli, já. Já. Það verður aðalega þú sem kemur inn með hvelli. Hvað meinar þú? Ég bara... Þú ert svo róleg. Já. Heyrðu, ok, páskarnir. Og hvernig voru þeir hjá þér? Ég fór til Ítalíu, fór til Rómar. Og það, ég verð að segja, oft ég svona, þegar ég fer í svona frægar borgir, þá held ég að það sé ofmat. Það var ekki ofmat. Það ekki? Nei, og það var ótrúlega gaman að fara með Óla þangað. Já. Því að hann er sagnfræðingur og hann hafði ekki farið þangað. Nú, Nei, hann bjó einhvers staðar rétt hjá Bologna. Já. Ekki það ég veit hvar það er. Frekar en eitthvað á Íslandi, ég er bara opaslega í landafræði. En hérna... Ég er ekki viss. Við lentum í því reyndar, sko, á flugvellinum að vera kölluð upp. Ha? Já, ég var aldrei ekki búin að segja það. Vorum kölluð upp og hérna, og þú veist, svo fæ ég sent bara skilaboð. Ég heyri alveg, Óli þú veist, kominn og að senda mér, hann kominn á geitið, en má ekki fara inn. Og svo fæ ég sent frá gamalli vinkonum minn á Fellaskóla eitthvað, ert þú að fljúga til Rómar núna? Ég bara, já, skan, en þú? Og ég eitthvað að hlaupa, hún bara, nei, þú ert að missa vélinni. Og ég bara, ég er að hlaupa. Og ég náttúrulega má ekki hlaupa því að ökklinn á mér í smalli eftir að ég ökklabraut mig árið. Þegar ég ökklabraut mig. En ég sem sagt mæti, haldið þið að við fáum ekki að fara enn á sagaklass? Nei. Jú. Þannig að ég ætla bara að segja það, stundum borgar sig að vera seinn. Greinilega. Því á leiðinni heim vorum við ekki í sagaklass. Ég hef einu sinni áður verið í sagaklass. En á leiðinni heim vorum við ekki í sagaklass og djöfusins prump. Ándjóks. Ég kom mér engan veginn fyrir og þú veist, bara sætin á hinum stöðunum, það kom fram við eins og bara konung og drottningur, sko. Já. Frítt vín allan tímann. Já. Og ég var alltaf að panta fyrir 2 því Óli var sofandi. Hún hefur lifað lífinu þarna. Nei, en svo lagði ég mig bara því þau gefa þær teppi og svona grímu og bara sjúklega næs. Og vissirðu hvar þú varst þegar þú vaknaðir? Já. Og við vorum með æðislegan dræfir og það var svona, ég elska þegar maður lendir og það er eitthvað svona sem er með nafnið þitt. Og hérna, og þau, þú veist, ég bókaði allt undir nafninu hans Óla, þannig að það stóð Mr. and Mrs. Ólason sem var mjög svona ferðaveldislegt en en hérna, hann talaði allan tíman sem ég fannst æðislegt, en Óli var svona eitthvað, ekki vera að spyrja hann endalaust. Af því ég var bara, oh my god, hvað er þetta? Eitthvað. Af því ég var náttúrulega pínu svona tipsy ennþá, sko. En hérna, svo erum við, mætum þetta bara að þetta er geggjað. Við förum síðan á, þú veist, við skoðum allt, við förum í Vatíkanið, við förum í, hvað heitir þetta allt? Ég veit ekki. Colosseum, Sistine Chapel er náttúrulega þarna. Vá, hvað það var, hefur þú farið ákvað, Stefán? Já, mér fannst algjört, sko, mér fannst Sixtínska kapellan
bara, hún olli mér svo miklum vonbrigðum af því að, sko, við fórum alveg á háannatíma Já. hásumar, sko. Mhm. Í fyrsta lagi var bara, 40 gráða hiti og vorum að bíða í röðinni Oj. og það var einhverjir ólega innflytjendur að selja vatn í röðinni Já. fyrir 5 eurur stykkið og það var bara eitthvað besta sem ég lenti í. Stórkostlegt þessi frjálsa markaði virka eins vel. Já. En síðan vorum við í Sixtinsku kapellunni og þú veist, við vorum bara rekin eins og fé. Ég veit það. Þú veist, það voru bara verðir við innganginn, Já. í miðjunni, við útganginn, í öllum sölunum og bara áfram. Já. Það gat ekki stoppað og... Já, Nei, það ég- er svolítið vont. Já, og sko, þú veist, það var alltaf verið að segja svona, jæja, þú ert að koma inn í The Sistine Chapel, bara svona merki. Það var bara helvits lygi. Við vorum, þú veist, ég veit ekki hvað ég var inni þarna lengi, sko. Já. Þetta var endalaust. Svo fer maður þarna inn og með þarna í 1-2 mínútur og svo er maður bara, ég verð að komast út. Já. Af því þú færð alveg innlokunarkennd, sko. En þetta er óbúslega fallegt og þú veist, ég skil ekki hvernig hann fór að þessu, en þú veist, þetta var æðislegt. Og við vorum þarna hjá sem spænsku, þú veist, hótelið var hjá spænsku tröppunum sem að, þú veist, ég veit ekki, þú veist, það er víst eitthvað æðislegt, mér ástæði þetta óbúslega venjulegar tröppur, en Já. fólk var eitthvað, þú veist, að biðja fólk að gifta sig, þú veist, og Já, þær tröppur. já, þú veist, eitthvað voða vissi. Það er alltaf til gosbrunnum þarna sem mér finnst þetta æðislegt, en svo var bara einhver garður sem við fórum í sem að mér varst bara eiginlega standa upp úr. Þannig að, þú veist, jú, ég mæli með að fara í alltaf þetta túristadæmi, en við vorum náttúrulega um páskana, þannig að allir pápistannir eins og Óli kallaði það, kaþólska fólki eða svona var að mæta þarna páskana, sko. Já. En við vorum búin að panta allt fyrirfram, Mm. þannig að við þurftum ekki landa inn í þetta röð. Já. En ég þurfti samt að fara ég lenti í einhverju veseni af því ég bókaði sem sagt miðana í Colosseumið á Ebba Sig og Óli Kári Ólafsson. Ég náttúrulega heiti Þuríður Elín Sigurðardóttir og maður þurfti að mæta með vegabréfið sitt. Já. Og þú veist, það var eitthvað lítill, þú veist, það er náttúrulega allir eitthvað verðirnir með eitthvað Napoleon komplex. Þú veist, þeir eru bara eitthvað 1,60 og dyraverðir. Já. Og bara ekkert að setja út af það, bara, en þú veist, þeir voru rosalega, svona, þú veist, hann er bara, no, you can't come in here, this is not your name, og ég eitthvað, sérðu sig, bara, þetta er bara nickname, og hann bara, þú veist, næri yfirmann sinn og hann gerir eitthvað stórmál og yfirmaðurinn, hann segir bara eitthvað, já, farið bara inn. En ég hugsaði svona, kannski ætti ég að breyta nafninu mínu í Þuríður Elín Ebba Helgu Sigurðardóttir. Það er svolítið lág. Já. Já, þú getur bætt Ebbi-nafninu bara við. En viltu ekki hafa Helgu líka? Þetta er ekki mitt mál. Nei, finnst þér það ekki ósanngjarnt? Af hverju? Bara, þú veist, þetta er svona karllægt. Þó ég sé nú mikil kvenréttindakona, þá pæli ég nú ekki í þessu. Nei, ok. En svo var ótrúlega, þannig En þú mátt það út af mér. Já, ég sé til. Já. Ég sé til. En já, En þannig. mér finnst bara flott að bæta Ebbi við, sko. Já, mér finnst það svolítið cute. En ég er svona líka að spá, ég er að spá í að gera þetta líka því á IMDb, þá er ég sko Ebba Sig á nokkrum þáttum, svo er ég Þuríður Sigurðardóttir í einhverju öðru og ég lék sem sagt í áramótagleði Ríkisútvarpsins 1975. Þú varst ekki fædd. Nei, ég veit það. Já. En það var Þuríður Sigurðardóttir söngkona. Já, Og það er ekki þannig leiðin að líkjast. það sem að er hjá Þuríður Sigurðardóttir er áramótagleðin 1975, Pabba Helgar. Eitthvað 2018 eða eitthvað lítið. Já. Þannig að ég er svona að spá að breyta þessu. Já. En svona svo í klárum róm þá
þá var ótrúlega kalt þar og ég var eiginlega veik, en ég svona keyrði mig í gegn, eða þú veist, keyrði mig í gang bara. Og eina sem við náðum ekki að sjá var einhver höfn eða eitthvað. Ég er búin að gleyma hvað hún heitir, en við ætluðum að fara að sjá hana, svo var bara, það var ekkert rosalega gott veður. Nei, Það er svo kalt þarna, ef það eru 12 gráður eða eitthvað, þá er bara eins og það sé, þú veist, -2 hjá Já. okkur. Og ég var bara eitthvað að túristast að vera að berleggja og eitthvað. Já. Þannig að Já. ég var bara hóstandi úr mér lyftorðina þarna, en síðustu 2 dagana var bongóblíða. Já. Þannig að það er típist. Já. Já, Já, við heyrum í við heyrum í Snúlla. Heyrðu, eigum við að taka smá pásu og svo ætlum við að tala aðeins þig, Snúlla, og svo mömmu. Þið eru nú aldeilis búin að vera áþekkar upp á síðkastið. Já, við erum nú ekki þekktar fyrir það, sko. Við komum á fyrir þetta smá. Já. Heyrðu, mér sýnir Snúlla, hún ætlar að fara að hringja símtal. Já. Ef þið eruð að hlusta þá sjáu það ekki, en Snúlla er hérna bara að reyna að sofa og er hún hrýtur svo hressilega. Hún er alveg eins og ég og mamma og Óli, Já. litla raskat. En Óli, eftir að koma heim frá Ítalíu þá fór Óli til Póllands. Mig langar að segja að hann hafi farið til Kraká. Er það ekki það sem Já, það er það sem að Auschwitz er. Hann fór þangað, hann var nú ekkert eitthvað brjálæðislega spenntur, þetta var vinnuferð, þú veist, með nemendur og eitthvað svona. Hann fer þangað, þannig að ég og Snúlla ákveðum bara að því við erum, þú veist, Snúlla hefur alltaf verið með aðskilnaðarkvíða, en ég er greinilega með hann líka. Þannig að ég ákvað að flytja bara hingað inn með Snúllu. Og svo á mánudeginum þá er Snúlla bara ekki eins og hún sjálf. Hún er ekki spennt að borða, hún er ekki spennt að, hún vill ekki fara út, hún pissar ekki, hún kúkar ekki og er bara eiginlega ómöguleg. Þannig að, og ég hélt svona fyrsta daginn þetta væri bara hún að vera dramatísk, en í raun og veru þá, þú veist, þá var hún veik. Já. Þannig að ég fer með hann upp á spítala sem er bara það er dýraspítali sem heitir Animalia í Grafarholti og þau voru sjúklega næs og en þetta var svolítið erfitt af því ég hélt bara að hún væri að fara að deyja. Sem þið bara sjáið ef þið eru að horfa og heyrið ef þið eru að hlusta. Hún er mjög lifandi. En þetta var svolítið svona, að vera inn á þessari stofu var hræðilegt því það voru rosa margir að svæfa dýrin sín. Og ég sá alla koma út bara eitthvað grátbólgna og ég var bara, ég er ekki til í þetta. Hvað þá Óli í útlöndum og þú veist, ekki það ég hefði hringt í þig og Stellu til þess að koma, en þú veist, að ég hélt bara, þú veist, leið og hundar hætta að vilja borða og hætta að vilja vera með þér. Þá er það svona merki að þau séu bara bye bye. Þannig að þú segir mér að fara með hana þangað. Og við förum aðeins meira inn í það smá, en svo, já, það kemur í ljós að hún er með eitthvað stækkun á hjartanu, lítillega og gallsteina, en þau gera ekki aðgerð á svona gömlum hundum með gallsteina. Svo fór ég með hann til annarslæknis viku eftir sem er hjartadýralæknir. Ég vissi ekki að dýralæknar var með svona specialties. Nei, það er merkilegt. En hann er samt sko, hann sýslar í öllum hjörtum allra dýra. Já, og veit sko, hún sagði mér bara, já, nei, sko, Schäferhundur er með svona hjarta. Og teiknaði þetta allt upp fyrir mig og hún var eitthvað, það er ekkert skrítið að þau hafa ekki alveg vitað að, þú veist, þó að hjarta hann sé búið að stækka svona lítið að það sé ekkert, hjarta hann á að líta svona út. Þannig að þetta var í raun og veru ekki það, þetta var
gallsteinadæmi og nú erum búin að vera á lyfjum við þessu gallsteinadæmi og miklu hressari, hún reynda bara ofboðslega morgunfúl. Þannig að, þú veist, og við vorum mættar 10 og það bara ekki hennar tími. Hún eins og ég, sofa til hádegis og taka daginn rólega og svona. Já. En við vorum hérna, sem sagt, og svo fer ég, nei, þú ferð óvænt tannlæknatíma og hvað, ef ekki bara, vilt þú segja, þú veist, já, manstu eftir að ég hafi komið eitthvað? Nei, ég sko hef misst alveg af þessari heimsókn. Já, Miður. einmitt. Og ég skilst að þetta hafi verið mjög gaman frá því þú kom. Já. Við horfðum á nokkuð þætti af hana Elspeth. Já, og svo segir að ég hafi farið til tannlæknis og það hefur verið tekið númer endajaxl. Já. Og lagði ég mikið því ég kom heim, eða hvernig var? Sko, jú. Eða fór inn í herbergi? Ég var að skrifa inn í herbergi og var með leysibóin bara inn í herbergi, þú og Snúlla, þú veist, þú ert eitthvað að tala við mig, svo leggur þið bara í svona 20 mínútur og svo bara vaknaru og ert bara, nei, þú hér? Og ég bara, já, og hvar ég búin að vera í allan dag? Ég segi, þú varstu tannlækni? Og þú bara, hættu nú að ljúga mér, ég myndi nú finna því ef maður mín ekki vera að grínast í mér. Og ég bara, ok, panic mode, en svona ákveð að vera, þú veist, róleg. Og þú bara, býtu, hvar ég búin að vera í allan dag aftur? Já. Þannig að ég fer strax bara, heyrðu mamma, sestu upp og þú varst búin að neita að borða eftir að þú komst frá tannlækni. Þú varst svo hrædd að... Já, ég geri það aldrei. Nei. Þetta og einmitt. Og þú varst svona, ég náði að setja smá apimjólk upp í þig. Já. Og svo þessi, af hverju ég að borða þetta? Og þú baðst mig að kaupa það fyrir þig. Og svo segir aftur, hvað ég að gera hér? Nei, byrju, hvar ég búin að vera í dag? Og þá fer ég bara, herðu, jæja, ég með heilsukvíða, þannig ég veit hvernig heilablóðfall lítur út. Ég segi þér bara að setja báðar hendur upp í loft og þú ert að tala, en það meikar ekkert sens sem þú ert að segja. Nei. Þú ert líka bara að spyrja, þú veist, hvað, byrju þú hér og byrju Snúlla, halló. Varstu þá búin að ná í Snúllu? Já. Sko, eftir að þú komst úr dansa, það náði ég í Snúllu. Já. Og svo bara hringi ég á sjúkrabíl og þeir koma inn og þessum sjúkraflutningamennirnir 2 mjög bara myndarlegir piltar og Helga Óladóttir, sko, þarna sá ég nú hvað þú ert mikið flört. Ég var náttúrulega ekki í lagi. Ég tek það fram, sko. Nei, en þú segir eitthvað, guð, býtu, þú ert ekki að fara að senda mig í sjúkrabíl og svo byrjar eitthvað að taka til og svo segir, býtu, hvað var ég að gera? Og þá koma þeir inn, sko, og þú bara, nei, halló strákar, hvað get ég gert fyrir ykkur? Og ég svona, mamma, kotta eins fram og þú ert komin í skó og eitthvað svona, sest hérna og segir, býtu, og þá var ég nýbúin að panta svona göngubretti fyrir þig. Já. Og þú skildir ekkert í hvað það var að gera. Ebba, varst þú að koma með þetta? Og hún þú sagði bara, hún ofta að koma, hún ofta að koma mér á óvart og einn sem þetta mæla blóðþrýstinginn í þér og þú veist, hinn að spurja mig, þú veist, hún almennt rugluð? Og ég bara, á hvaða leyti? Hún almennt rugluð? Ég segi svona, nei, þetta ekki mamma mín eins og þú veist, hún vön, bara, hún man hluti. Hún var í tanntöku og það það versta sem hún veit um. Og hún, þú veist, og því þú myndir ekkert eftir því. Nei.
og þeir bara eitthvað, ok, heyrðu, við ætlum bara að koma, fara með hana niður eftir, hún fer bara í heilaskanna, það er bara beint inn, og þú veist, við erum að trýta þetta eins og stroke, sem að er sem sagt bara orð sem þú veist, nota fyrir heilablóðfall eða blóðtappa. Ég bara eitthvað, ok, sjáumst mamma mín, elska þig, og þú bara, já, hvað er veskið mitt, lyklarnir, og þú varst með þetta allt saman, sko, og svo varst allt, og þú vildir eiginlega ekki fara út, sko, með þeim, en þeir voru svo mikið sjarmatröll og þeir náðu að koma út, já. Og svo bara, þú veist, ég með Snúllu, Stella er að hitta okkur niður frá, Erla vinkona sækir mig og Ari og Siggi taka Snúllu, og svo bara, já, þú veist, þú veist, ég er náttúrulega bara hágrátandi á leiðinni niður eftir. Það var gott að þú varst ekki að keyra. Nei, en ég hef ákveðið að taka ekki bílpróf eftir þetta. Þetta bara, ef ég hef verið grátandi, þú veist, bara Erla er haukur í horni, sko. Eins og allar vinkonur mínar virðist vera að Þú varst mjög góðan vinahóp. mjög svo. Það er bara mikið til í því, sko. Já. En þannig að hún skutlar mér og ég er bara, mamma mín má ekki deyja, þú veist, skiljanlega. Og Það var ekki, þetta er ekki daðmann ef maður getur labbað og... Nei, já, svo erum við þarna niður frá, þú ert ferð í heilaskannan og svo erum við bara að bíða eftir því og það mátti bara vera ein og ein inni hjá þér, sko. Við máttum ekki vera báðar. Því bráðamóttakan er ekki svona, er ekki mikið plástar, ég veit ekki hvort þið hafið frétta. Nei, mér finnst þetta bara stórkostlegt fólk sem vinnur þetta. Algjörlega, sko. þau eiga sko hrós skilið. Af því þetta er svo þröngt þarna fyrir þau að vinna. Ekkert smá. En við förum sem sagt þarna inn, þú veist, ég skipti að því ég var hjá þér þegar þetta gerist. En ég meðan að Stella er inni, já, svo ég fari nú tilbaka, það ákveð ég að hringi Kötu vinkonum. Já. Sem er oftast kölluð Kata Shady, af því hún er mikil M&M kona. Og hún er vinkona mín úr Fellunum og hún er sem sagt hjúkrunarfræðingur á taugadeildinni. Já. Nýorðin deildastjóri þar og ég hringi hans að hvort hún sé að vinna. Og ég segi henni hvað er búið að gerast og hún bara ok, og fer með mig í gegnum allt, róa mig niður og svo segir hún bara, hringdi mig leið og heyrir eitthvað. Svo sendur hún mér, ok, fyrst hún gat talað og fyrst hún gat labbað, svo bara spyr hún hvort að það hafi verið eitthvað svona, þú veist, að síga hjá þér og eitthvað svona. Ég bara, nei, ekkert þannig, hún er alveg, það gæti verið þetta og þetta heitir sem TGA. Og þú veist, ég bara hafði aldrei heyrt það. Og ég eitthvað, já, þetta hljómar nú svona meira eins og það. Þetta stendur fyrir Transient Global Amnesia. Og Þetta er rosa flott heiti. Þetta er mjög flott heiti. Transient Global Amnesia. Þetta er alveg æðislegt. Það er ekki allir fengið það. Nei. Og þú ert fyrsta manneskja sem ég þekki sem að hefur fengið þetta. Já. Og við förum ég fer síðan inn og tala við lækninn og hún segir, heyrðu Helga, og þú ert bara eins og mesta krútt í heimi, bara, nei, Ebba mín, er þú komin? Ég bara, já, manstu hver var hérna áðan? Nei. Algjörlega, og þú veist, og maður er náttúrulega að panika inni í sér, en þú mesta krútt í heimi er bara eitthvað, þú veist, þú ert svona pínu lítil í rúminu og læknirinn að tala við þig og hún segir eitthvað, við erum búin að skoða myndirnar og það lítur út fyrir þetta sé ekki heilablæðing og ekki blóðtappi, heldur eitthvað sem heitir TGA og ég bara,
læt eins og ég viti sko allt það, því ég var búin að lesa allt það. Já. Kata sendi mér bara Já. langan lista hvað þetta væri og hvað þetta væri ekki. Og hún sagði, ég vildi bara, þú veist, róa þig niður og því þetta getur náttúrulega verið mjög scary og þetta var það. Og ég var bara að þakka þér fyrir að vera hérna ennþá. Já, bara sömuleiðis. Já, en þannig að sömuleiðis, Já, þú séð þetta. Já, takk. Það var ekki ég sem fór í sjúkrabíl, sko. Nei, ég náttúrulega ekki upplifa þetta að fara í sjúkrabíl. Nei, Ég þetta þetta var ekki- fyrsta skipti. Ég veit það ekki. Nei. Jú, ég hef farið einu sinni í sjúkrabíl. Já, en hvað, sko, að því, sem sagt, eins og í minningu, þú veist, hún segir bara læknirinn, þetta getur tekið 6 til 24 tíma og þetta er svona, þú veist, þú munt aldrei fá þetta minni aftur og svo fer ég að spurja þig út í hluti sem er alveg svona aftur í tíman, þess að ég fer að spurja þig páskana og þú ert bara, eru páskarnir búnir? Og þannig ég bara, ó guð. Og svo líka bara, þú veist, maður verður svo hræddur þú veist, fólk að fara að vera með þetta alltaf? Þú veist, en eins og þær bæði hjúkrunarfræðingurinn, hún Kata Sauti og læknirinn, þær segja báðar bara, þetta er bara tímabundið. En hvernig, þú veist, manst þú eitthvað eftir þessari spítaladvöl? Ég daginn sem ég fór heim. Þú manst eftir því? Já. Já. Og en bara þegar þú Og aðeins þarna eitthvað sko þann daginn Já. á bráðamóttökunni sko. En hvað, þú veist, þegar þú Ekki þarna alveg nokkra daga áður sko. Ég man ekkert eftir tanntökunni til dæmis. Er það ekki bara fínt? Jú, ég segi bara, þetta er bara flott að fá þetta þegar maður fyrir í endurhæfingu því það töluvert erfiði. Já. Ha. Þannig að þú mælir með. En ég svaf sko og ég var búin að vera með svona í hálfa mánuð áður alveg svakalega höfuðverki. Sko, ég hef oft fengið höfuðverk en aldrei svona svakalega slæma sko. Einmitt. Og eftir, eins og mann sko, ég var alltaf að taka inn sko verkjalyf út á höfðinu því að með svo mikið höfuðverk. Já, þú veist, og ég held að fólk sem kannski með svona króníska vöðvabólgu og slæma, eins og held ég öll bara móðurættin Já. mín bara með króníska vöðvabólgu, að þá oft svona heldur maður bara að ég er með hausverk og það er örugglega bara, þú veist, út af vöðvabólgu. Já. En þú varst með hausverk sko í hnakkanum. Já, svo og þú mikið varst alltaf að segja, enninu og augunum. já, þú varst alltaf að segja, já, ég er bara með svo mikið hausverk. Svo, einnig myndu seinna, ég er með svo mikið hausverk og það var eins og hún væri Dora, hana, í Finding Dora. Já. Og þetta maður var alveg svona, ok, þetta þú veist, þetta, og sko, ef þú verður ekki svona mikið krútt, þá bara hvað maður þarf miklu þolinmæði í að díla, þú veist, að því. Já, þetta er Af því svona þetta er eins og alltaf- míníútgáfa af bara Alzheimer sko. Já, og þetta Já. er svo skynti Alzheimer bara. En Já, í rauninni sko, þetta er svona ekkert ósvipað því að við þekkjum nú vel Alzheimer því að mamma var með Alzheimer sko. akkurat. En allt langtímaminnið þitt var þetta nema þú myndir ekkert frá páskum og þetta gerðist fyrir 2 vikum. Þannig að þú veist, við erum að tala þú ert búin að missa það, þegar við tökum þetta upp 30. apríl og þá er mánuður síðan að páskarnir voru. Já. Sirka. Og þannig að þú manst ekkert eftir þeim tíma. Nei. Nei, einmitt. En það voru sko, það var óbúslega mikið af góðu fólki að vinna þarna. Og Já. 2 strákar sem voru hjúkrunarfræðingar Já. sem að þeir voru svo mikið að hugsa þig og þeir héldu svo mikið upp á þig
Og þú varst svo líka mikið flört við þá. Það var svo krúttlegt. unga stráka. Já, þú varst ekkert eitthvað, ég held að þú verður ekkert me-too'uð, sko. Það ætli ég vona ekki. Það var bara, þú varst alltaf, nei, þú, aftur. Og þeir eitthvað, já, Helga mig, ég ætlum að tjekka þér. Og þeir voru að mæla hitt og þetta. Þetta er ekki flört bara. Nei, og Róa. Mér hefur bara líka við og fundist þér góðir við mig. Þú ert bara svo sjarmerandi. Það held ég nú ekki. Þetta er eins og Anna Friðrika vinkona veit ekki að hún er bara svona óvart. Natural. Natural flirt, já. Bara sjarmerandi. Og ég ætla líka að skjóta því inn í að þegar ég er að panika þá hringir, að ég sendi Kristínu Hörpu vinkonu minni, bara svo við tölum þessar góðu vinkonur. Já. Ég hringi í bara mína allra bestu, Kristínu Hörpu, og hún kemur og verður að skiptast á að vera með mig og Stellu grátandi hjá sér. Jesús, pælið í því. Greyið. Og svo segir hún við mig eitthvað svona, ertu búin að vera að gráta bara með Stellu? Og ég sagði, heldur ég lifa henn að sjá mig gráta. Það er eitthvað að vera sterkur. Hún sagði, þeir svo meðvirka með hver annari. Þannig að Já, það er rétt hjá henni. En já, og þú veist, ég bara svona fór að spyrja, ég fór að spá og spekulara svolítið í þessu. En svo máttur ég bara fara heim. Já. Ég var ekkert að gera þarna. Það var ekkert að gera þarna hundleiðilegt. Nei, ég er að segja fyrir mig, Nei, ég var búin að tefja fólki nóg. Þú varst ekki, já, þau voru örugglega bara, hvað hún er pirrandi að vera hérna. Já, ég hefði alveg, þeir vildu bara ekki taka séns á því ábyggilega að þeir var tekið mynd aftur. Ég man það, ég fór aftur í myndatöku. Já, þú fórst í... Fékk hjálm og þetta yfir mig þarna. Ég fór aftur í heila mynd. Já, akkurat. Og þetta er ekki algengt að fá þetta. Ekki þannig, en þetta gerist yfirleitt fyrir fólk svona eftir 50. Þannig við erum frekar góð, Stefán. Eins og nema að ég ætla að reyna að finna það sem að Katrín sendi mér þetta. En mér finnst það mest skrítið að blóðþrýstingur skyldi hækka þarna af því að ég er búin að vera með svo lágan blóðþrýsting í svolítið langa tíma. Það finnst mér svolítið áhugavert, sko. Af hverju hann bara tekur upp að því, var það við að fara í tanntöku? Kannski. Já, Já, þú ekki að segja að þú svo tannlækna hrædd. Sko, Tanntöku hrædd. Sko, ég var það ekki. Ég var, þetta gerist bara einhver tíman, held ég, í kringu breytingaraldurinn eða eitthvað. Já. Það ég hjá tannlækninu mínum og ég fæ svona panikatakk. Okay. Já. Og ég hélt, ég alveg sallar á leið mann það og ég segi, já, heyrðu, heldur það geti verið að ég sé að fá hjartaáfall. Segirðu við? Já, hann, Kolbeinn. Þegar þú ert að... Ekki núna. Nei, já, einhvern tíma. Já, og þá byrjaði það, því ég, sko, lét aldrei deyfa mig að neitt, þú veist. Ég var bara algjör harðlegast frá því ég var bara lítil, sko. Já. Þá voru skólatannlæknar, það var ekkert mál að fara að láta gera við sig og fá ekki deyfingu. En í dag bara, þú veist, ég vil alla deyfingar sem ég get komist í. Ég þetta eftir að láta svæfa mig, sko. Já. Ég sko... Ég man þegar ég fór í þarna ristilspeglun, þá hugsaði ég alveg, þú veist, það var ekkert eitthvað brjál, þú veist, ég fekk eitthvað svona kvíðalyf, já, eitthvað, þú veist, en bara þú veist, það bara var ekkert að virka á mig og ég hugsaði ef það væri verið að fara í
magaspeglun og fara svona ofan í, Já. þá myndi ég bara vilja fá svæfingu. Já. Já, sko, þeir svæfa mann yfirleitt létt, sko, þeir sprauta svona, þeir svona, þú sofnar smá stund. Já, Já. því það hljóma bara, Eða allavega Vera- ég er alltaf vöknuð mikið fyrr en ég ætti að gera. Þannig þeir vera mjög snöggir. en mér langar aðeins að því fólk, þú veist, það eru rosalega margir sem hafa ekki heyrt þetta TGA. Nei, ég hef aldrei heyrt um þetta. Nei, og þetta heitir á íslensku tímabundið minnisleysi og einkenni er mikil ringlun núverandi aðstæður, endurteknar spurningar og vanhæfni til að muna síðustu klukkustundir á daga, hvað það er ekki meðvitundaleysi, tap á sjálfsmynd eða vitraneinkenni eins og talörðugleikar, ólíkt heilablóðfalli, orsakir og kveikjur, er ekki með það. Nákvæm orsök er óþekkt. Algengar kveikjur eru líkamleg áreynsla, skyndileg útsetning fyrir köldu eða heitu vatni, mikil tilfinningaleg streita eða kynlíf. Já, ég Þar höfum við það. Já, hef ekki verið að, bara svo ég hræði ykkur öll. já, það er best að láta það í friði. Eftir 50 bara sleppa þessu. Já, En horfur, en Já, streitan alltaf. Snúlla er ekki sammála þessu, hún hristist öll bara, hún svo, Já. Horfur, þetta gengur yfirleitt bara af sjálfu sér innan 24 klukkustunda og minningar atviki glatast oft varanlega, endurtekning er mjög sjaldgæf. Þannig að þar höfum við það. Og Snúlla, þú ert on fire hérna. En hvernig líður þér svona eftir þetta? Eftir þetta, ég veit það ekki, ég veit ekki hvað ég tengt þessu, sko, ég hef verið í svona aðeins vesenni með eins og sykursýkina og það, sko, ég er alltaf að fara í sykurfull eftir þetta Einmitt. og samt er ég að gera allt rétt og allt svoleiðis, sko. Já, ég mældi með sykurinn hjá þér líka því ég hélt að þú væri kannski of lág áður en ég hringdi í sjúkrabíl. Já, En þú varst bara fín. já. Það gerist yfirleitt, sko, eftir máltíð, Já. sko, aðalega kvöldmáltíðina og ég er bara verið að reyna að ná mér upp, þú veist, nú þarf ég að fara að taka þetta göngubrettið í gegn því að ég réð ekki við prógrammið, það bara lét mig hlaupa þannig að ég hendist út af Já, því. En ég er svona þarf aðeins að fara bara rólega í að ná mér á strik. Já. Og þá verð ég óstöðvandi eins og Ég verð að segja að mér þú höndlaði þetta alveg fáránlega vel og standaði bara, já, standaði vel. Já, þakka þér fyrir. Ég er náttúrulega með góða hjálp frá ykkur. Já, þú veist, já, bara, þú átt hann svo sem skilið. Ég veit það ekki, ég myndi bara með að segja það hvað er gott að eiga góða að og Já, að ef maður hlúir vel að börnunum sínum og hefur áhuga á þeim að þá held ég að þau skilji því tilbaka til manns Já. með góðri hjálp ef eitthvað vantar hjá manni. já, algjörlega. Það gleymist oft í hraða nútímans að maður þarf að leggja inn í bankann. Mamma, þetta var helviti flott. Gleymist oft í hraða nútímans. Já, það er Ertu búin að vera að það. horfa á Kveik undanfarið? Já, nei, þið sjáu bara hvernig allt er Já. einhvern veginn. Að maður þarf svolítið að huga að líta nær sér. Já, Þetta á bara við uppeldi og annað. en Og líka, ég hef allavega fengið það vel tilbaka já, frá ykkur. og svo líka má ekki gleyma því að því við hefum nú rætt það hvað þú Ekki bara ykkur, tengdasynunum líka. Já, algjörlega. En við skulum ekki
nei, það sem ég ætla að segja var, við höfum nú rætt það einmitt og búin að segja þættinum hvað bara ég sérstaklega heppin með vinkonur, en þeim þykir svo vænt þig. Þannig að daginn eftir þegar ég þurfti að losa mig við Snúllu, af því hún getur ekki verið ein greið, að þú veist, þá var til dæmis Gunnhildur bara, ég tek Snúllu. Já. Og þú veist, og allar vinkonur mínar að spyrja hvað að frétta, af því þeim þykir svo vænt þig. Já, ég þakka fyrir það. Mér þykir vænt þær líka. Þú veist, eins og ég sagði ekkert í einhverjum þætti að þá sagði nú Kristín bara við mig að jafnvel þótt að ég og hún myndum hægt að tala saman myndi hún alltaf áfram að tala við þig. Þannig að Það er fallegt. Já, það er bara mjög fallegt. En ég ætla að segja bara að það hafi verið mjög mikil heppni að ég hafi verið hérna. Já, Því ég velti því fyrir mig hvað þú hefði verið að gera hérna alveg ringluð, þú veist, bara ekki að vita neitt og þú veist, að því þú veist, Stella er náttúrulega bara alltaf að vinna á mjög svona skrýttum tímum. Ekki skrýttum tímum, hún bara vinnur mjög mikið. Já. Hún er í einhverju fancy job. Aðstoðarmaður, atvinnuvegaráðherra. En svo var náttúrulega bara mjög næs að vera hérna, þú veist, ég var hjá þér nokkra daga eftir þetta. Já. Og fékk svona svolítið að hugsa þig. En þú ert ofboðslega svona erfiður sjúklingur. Hvernig þá? Þú lætur ekki af stjórn, auðveldlega. Ég veit það ekki. Þú vilt stjórna. Já, meðan ég hefur ráð að Já, ræna til. en þú ert... Var ekki komið þannig rænið þá? Jú, þú varst komin heim, jú. Þú varst mjög góð upp á spítala. Þau elskuðu þig. Ég þekkti mig þig. Það nú ekki. Jú, sko, ein kona sem stelpa, kona sem var að taka við þarna yfir nóttina. Það var eina ástæðan sem ég og Stella þorðum að skilja það eftir. Var að því að, þú veist, maður svona, ok, það er, já, ég þekki þessa þannig að hún sendi mér bara messenger eða eitthvað, ef eitthvað að. Og ég segi bara eitthvað, æ, takk fyrir að hugsa svona vel mömmu. Þá segir hún bara eitthvað, æ, mamma þín er bara svo mikið krútt og góð og auðvitað hugsum við alltaf vel alla en hún er alveg sérstaklega frábær. Og mér langar bara að þakka fólkinu á bráðamóttökunni fyrir að hugsa svona ofboðslega vel þig. Já. Já, þetta er bara frábært fólk. Ég fer ekki ofan á því, af því það er alltaf verið að gagnrýna þetta fólk. Já, þetta er erfiðar svo í blóti aðstæður að vera að vinna. Já, og þetta er bara ótrúlega flott fólk. Já. Upp til hópa. Algjörlega. Ég allavega rakst ekki á neitt sem ég gat sett út á. Nei, ekki heldur. Þegar ég var komin með rænu. En við ætlum núna að bara fara að hitta ykkur í hverri viku, þannig að fylgist með, við kannski gefum alltaf út bara helgar, en við ætlum að koma aftur eftir smá og slútta þessu, en ég ætla að spyrja þig nokkrar skemmtilegar spurningar í lokin. Okidók. Ekki mál. Takk fyrir, sjáumst eftir smá. Ég ætla að fara með þig í Riðadrepa giftast. Nei. Við látum bara stjórnmálamenn að fara í það greinilega. Já, mér finnst það óviðandi. Já. Mér langar svona að spyrja það einhverjum ég hugsa það kannski. En ok, Þú mátt alveg spyrja mig en ekki einhverju svona vils. Nei, en hvort myndirðu frekar vita nákvæmlega hvenær þú deyrð eða hvernig þú deyrð? Ég náðu sér ekki alveg. Hvort myndirðu vilja vita hvenær þú deyrð eða hvernig þú deyrð? Ég vildi hvorugt.
þú verður Nú. að velja. Já, hvernig bara? Hvernig? Já. Ok. Ég hef ekki vitað hvenær. Nei. Hvort myndirðu frekar segja alltaf sannleikann eða geta aldrei talað aftur? Aldrei talað aftur. What? Þú ert ógeðslega hreinskilin. Já. Myndirðu ekki alltaf vilja segja sannleikann? Jú, ég geri það almennt, en Já, en myndirðu frekar aldrei vilja mér tala finnst svo aftur? vont að geta ekki talað. Já, þú átt ekki að velja, Það sem er verra. þú átt að velja það sem þú vilt. Já, segja sannleika. Já. Þannig að, ok. En hvort myndirðu vilja vera að geta lesið hugsanir annara eða að aðrir geti lesið þínar? Ég geti lesið hugsanir annarra. Getur ekki bara lesið hugsanir annara? Það kemur fyrir. Hvort myndirðu alltaf þurfa að syngja allt sem þú segir eða dansa hvert sem þú ferð? Ég held að væri æðislegt að geta dansað hvert sem ég fer. Já. Þú ert nefnilega svolítið góður dansari. Ég var það hérna áður fyrir, en í dag get ég því miður ekki dansað. Nei, kannski ekki. En ég dilla mér alltaf Þú, svona. já. En mér finnst það æðislegt. Það er svo mikið frelsistilfinning. Já, akkúrat. Já. Það Það var náttúrulega allir farnir á Íslandi ef ég var alltaf syngjandi. Nei, þú syngur mjög vel. Nei, í dag syngi bara eins og einhver, ég veit ekki hver. Jús eða hvað. Það er bara eins og ég væri búin að drekka í mörg árið eitthvað. Já. Já. Bara hún er farin, sko. Nei, tökum smá dæmi. Nei. Jú, hvað þú syngur Nei, ég ekki. Bara please. Please. Já, all right. Heyrðu, hvort myndirðu frekar missa símaðinn í klósettið eða senda vandræðaleg skilaboð á vitlausan aðila? Ég myndi missa símann í klósetti. Þú hefur sendt vitlaus skilaboð eða ekki á rangan aðila? Nei, ég man ekki eftir því. Ekki? Nei, það væri bara eitthvað svona eðlilegt finnst mér. Því ég hef gert það, sko. Ég myndi að það getur vel verið. Og maður er svo fljótur að fara í bara eitthvað þú veist, að reyna að finna afsökun og maður er bara að grafa brjálæðislega mikla hólu og svo þægilegt. En ég held að ég, sko, því ég þarf að vanda mig svo fyrir að senda skilaboð, Já, að það hlýtur að fara á réttan stað. já. Já, ok. Er eitthvað sem þú átt að spyrja mig? Ég var bara að spyrja hvað ætlarðu að taka þig fyrir hendur svona í lífinu núna kannski næstu mánuði? Sko, Ætlarðu að fara til útlanda eða? já, sko ég er náttúrulega, mig langar ofboðslega mikið að fara til sólarlanda eins og alltaf. Já. Vorum eitthvað að spá í að fara til Algarve í Portugal. Já, ok. En við erum ekki búin að ákveða. Við erum að fara á Egilsstaði í viku í júní. Ég er svona að vona að verði ekki ennþá vetur þar. En þú veist, það kemur mjög oft á óvart. Ég elska Egilsstaði, ég fór þangað fyrsta sinn í fyrra. En Nei, yfirleitt gott veður þar, sko. Já, en oft svona í júlí eða eitthvað. Já. En svo, þú Það er ekki alltaf sól, kannski. Nei. En svo, þú veist, já, það er margt framundan eftir sumarið. Það er eldklarar og eftirsóttar, Spuna eða Grínhópurinn sem ég er í. Við erum með sýningu í Tjarnarbíói á stóra sviðinu, Já. uppistand og auðvitað smá Spunni. Já. Ég er að fara að vera með uppistand líka. Ég á eftir að finna að við erum
Ég er að finna þetta út með umboðsmanninum, Já, hvar við verðum með það. Ég er að þýða leikrit og Júlíana Sara ætlar að leikstýra því ok. og eftir að finna einhvern til þess að leika mömmu mína. Ert þú til í að... Ég get náttúrulega hlaupið í skarðið ef þú finnir enga. Þannig að það er margt framöndan. Já. Uh, Ég lærði náttúrulega leiklist hjá Gísla Rúnari. já, Já, þegar æ, hann var ungur að árum já, og ég enn yngri. já, vissulega. Já, já. Mm Það var bara dustaríkið að mér. en hvað er framöndan hjá þér? Það er ekkert framöndan hjá mér, sko. Ég ekki sem ég veit um. Nei, en myndirðu koma með okkur til Portúgal? Ég veit það ekki. Myndirðu koma? Það veltur um sig. Veltur á ýmsu. Ok, en við förum til Portúgal. Þú var einu sinni farið. Já, ég fór fyrir mörgum árum. 88. Elstella hafi verið 4. Já, það er áður en ég fæddist. Já. Þannig að það kom tíma á það að gera það aftur. En elsku mamma mín, ég elska þig. Ég elskaði líka. Ég er að byrja kossi. Það er bara svona. Já. Og við bara sjáumst í næstu viku. Já, og þakku Stefáni fyrir okkur. Bara, herðu, oh my god, talandum. Stefán er framleiðandi á sýningu sem að heitir Ég, Jóhanna. Já, sem- frábær sýning, Ég, hef ég heyrt. Já, þetta er byggt á lífi Jóhanna Vörk, ekki satt? Jú, Og hann Beta, Skagfjörðs, Já. aðalhlutverk já, og Aron Martin Ásgeirsson leikstýrir. já, Síðan er hópur af flottu mestmegnis hinsegin fólki að dansa í öðrum hlutverkum. Já, Það vá. er svona hinsegin take á Jóhannu. við elskum það. Við elskum hinseginleikann, Já, fögnum honum, fögnum Gerum það. fjölbreytileikanum. já. Annars var ekkert gaman í lífinu. Algjörlega. Þannig að við hvetjum alla til þess að fara á sýninguna Ég, Jóhanna. Já. Og við bara enn og aftur, takk fyrir okkur. Sömuleiðis. Bye. Bye.